Hér doðrantur jólavertíðarinnar, bók sem var tilnefnd til íslensku bókmenntaverðlauna, hefði alveg getað unnið þau, gerði það þó ekki. Jón lærði og náttúrunnar eftir Viðar Hreinsson. Rit sem fjallar þennan furðulega mann, Jón Guðmundsson lærða, sko hann var á Ströndum, og ég fæddur 1574, svo hérna eftir hann hefur skrifað eða gagnrýnt landa sinna í kjölfar Spánverjavíganna, þá hrökklast hann á Snæfellsnes, svo fer hann á Suðurnes, þar verður hann fyrir galdraákæru, dæmdur til útlegðar minni mig og síðan fer hann austur í land, þar sem hann er aðeins í friði, en síðan verður hann að fara til Danmörkur, út af þessum útlegðardómi, kemur tilbaka og endar svo, þetta er svona í grófum dráttum held ég, líf sitt fyrir austan, þar sem hann situr í skjóli Brynjólfs Sveinssonar og skrifar. Þetta er ævintýralegt lífslaup, hann er sko, þetta er maður sem að, og svo stundar hann öll þessi sko skrýtnu vísindi með fram, hann kveður niður drauga, hann er náttúrufræðingur, hann skrásetur söguna Spánverjavígunum, þetta er sko ekki einhamur maður, hann er smiður líka, málari og hann er allt mögulegt. Já, ótrúlega heillandi maður. Mjög heillandi maður og sem virðist vera ákaflega sko forvitinn og svona maður tvenna tíma sko. Þetta er sko, það er gríðarlegur metnaður lagður í þessa bók. Þetta er ekki bara ævisaga Jóns, heldur er verið að fjalla þennan tíma og reyndar líka nútíman. Það er að segja öll hugmyndasagan er undir. Náttúrufræðin, sko, guðdómurinn, draugatrúin, hjátrúin, sko, svo að segja hvað sem er. Já, gerjun 17. aldarinnar og tengir hana í gegnum danska fræðimaðurinn Ole Worm við sko hvað að gerast þar og svo tengir hann oft við heiminn líka, þannig að hann hefur mjög mikið undir í þessu stóra verki. Já, og þetta, sko, maður sér hvað það hefur farið mikið þegar maður lesa þetta, sko, maður veldi oft, þegar ég var að lesa þetta, hugsaði oft, mikið rosalegu tími hefur farið í þetta. Ég held að höfund hafi bara lifað fyrir þetta verk á þessum tíma. Mér finnst þetta er eins og maður sem hefur sökkt einhvern veginn ofan í risastórt kerað og hann er bara dvalið þar mjög lengi og einhvern veginn sogað þetta í sig allt. Og það er alveg merkileg, það er einhvern veginn aðferðin hans. Já. Svo þegar hann endur segja okkur sko bækur og skrif Jóns, þá er það engin afsláttur gefinn sko, enda stendst þetta rit örugglega allar fræðilega kröfur. Og stundum þykir manni nóg þegar maður er búinn að lesa steinar og eðli þeirra og hvalategundir og svo framvegis. En þetta er glæsilega gert og það er líka mjög mikið virðingarvert hvaðan er metnaðarfullur og skoðar allt til hins ítrasta. Svo kemur þarna sko brýning í lokin til okkar nútímamanna að gæta því að við erum ekki sko drottnarar í náttúrunni. Við erum hluti af náttúrunni og við erum auðvitað hérna, það kemur alveg í gegn hjá höfundunum þetta, nú skulum við gæta að okkur, við erum náttúrulega eyðileggja jörðina og okkur verður ekki bjargað en það er náttúrulega önnur saga. Já, og hann tengir náttúrulega líka við nútímann í upphafskaflana þar sem hann er að velta vöngum þar sem annars vegar Jón lærði er í fjöru og er að skoða náttúruna og krakki í dag sem hefur hoppað út úr jeppanum foreldra sinna og svona berða aðeins saman. Það er mjög skemmtilegur kafli. Svo líka sko opnar hann alla kaflana með smá svona, hann segir frá því hvað hann ætlar að gera og gera það í léttund út sem ég finnst gott við svona rit sko. Það getur fallið í svona full alvarlega farveg en hann fellur ekki þá gryfju. Svo er ekki hægt að ræða þessa bók án þess að tala hönnunina, hversu falleg hún er. Hún er náttúrulega alveg einstök. Já, hún er alveg gríðarlega. Og þetta er nú kannski fallegasta bóki sem kom út fyrir jól. Já. Og það er náttúrulega þess að merkilegt við þessa bók að það er mikið text í henni og miklar upplýsingar, en þær eru settar fram á sko mjög aðgengilegan hátt. Já, og mjög skilmerkilega vegna þess að það er líka sko virkilegt að sökkva sér ofan í þetta út frá ættartölum, kortum og það er allt mjög vel gert. Já, mér datt nú eiginlega í huga að sko þetta væri eitthvað, ef menn væri að ferðast á þessar slóðir sem er lýst í bókinni, þá væri þetta bók sem er raunin hægt að kippa með sér bara. Já, kippa, hún er alveg menn fara allir norður á strandi. Þetta í kerruna. Já, þá er þetta að taka hana með þangað til lestrar. Og örugglega rakinn til þess að hafa á náttborðinu og lesa í rólegheitum sko. Sökkva sér ofan í bara kafla sem var dettur í hug. En er þetta fyrir almenning?
Ég myndi segja að það væri, sko, fólk verður að hafa áhuga á miðöldum til að njóta þess. Já, ég held það. Síðmiðöldum, þessum hugmyndaheimi miðalda. Já. Mér finnst það nú reyndar sko áhugaverður núna af því að við erum komin aftur á tíma sko hins irrationella eins og það heitir. Sannleikans og þetta er náttúrulega heimurinn, þetta er tími sko trúarbragðastyrjaldanna í Evrópu, þetta er galdrafár, þetta er 30 ára stríði, þetta er heimur sem er alveg óboðslegri upplausn og gerjun og við skynjum það náttúrulega í gegnum Jón. Já, við gerum það alveg hygglust. Sko. Það er kannski, sko, ef það er einhver galla á þessu verki, þá er það helst það að söguhetjan týnir stundum í öllum þessum. Það er náttúrulega líka svo litlar heimildir hann á köflum og hann leyfir sér ekkert að álykta of, þannig að maður stendur ekkert uppi með einhverju hugmyndum hvernig gæi Jón var. Sko, hvernig, já, hann hefur verið mjög skemmtilegur, eða það er ekkert svoleiðis. En maður ber bara virðingu fyrir þessum alþýðu manni sem að viðra sér aldrei þessari þekkingu og miðlarinni og gríðarlegum hæfileikum. Stórbrotinn maður.